Algjörlega ósammála. Þú ert algjörlega ósammála. Út af því að þetta... Þú heldur hún sé alltaf bara, hún komi tóm tilbaka. Nei, þú bara ert að fylla inn í eyður þar sem að þú átt ekki rétt á að fylla í, sko. Út af því að þannig tala wokeið annars vegar og þú ert tala framfæri hins vegar. Ég held til dæmis eins og með samskipti kynjanna og kynferðisafbrot sem kom hann upp á 2017, Me Too og það var fleira, svo kom Black Lives Matter og svona fleiri dæmi. Það sem að woke gerði var náttúrulega að láta fólk frá óbeit á þessum samræðum og eins og með Me Too þá var alltaf bara, heyrðu, við þurfum að eiga betri samræður kynferðisafbrot og það þurfti ekkert wokeið til þess að betrumbæta það. Við höfum alltaf verið í framförum óháð wokinu. Hins vegar vorum við komin í þann veruleika þar sem að var bara einhver í þjóðleikhúsinu eins og Atli eða eitthvað þannig var alltaf komin í þann bara veruleika bara heyrðu, það er einhverjar konur ásaka þig og ég veit ekkert þetta mál það geti vel verið að ég sé að fara með fleipur þetta mál, ég ætla bara að taka þessum dæmi út af því að þannig virtist þess að vera fyrir mér og hann segir bara, hvað er í gangi og hann vissi ekkert upp á þessu sökina, hann vissi ekki hvað var í gangi en aftur á móti þá mátti hann ekki vita neitt þetta mál, hans eigin mál. Hann mátti ekki vita hverjum hann átti að brjóta á eða hvað hefði átt að gerast en hann var aftur á móti bara rekinn. Og þannig ertu komið með einhvern svona kafkaeskan veruleika þar sem að þú veist ekki einu sinni hvað afbrotið er og veist ekki hvað, þú getur ekki borið hönd fyrir höfuð þér og það voru svona trilljón svona dæmi þar sem að var bara, heyrðu, já, Dóri sagði nú einhver klúran brandara árið 2015. Bara, er það ekki rétt? Jú, það er hann að skrifa. Já, hvað finnst okkur það? Hefur hann bætt ráð sitt? Eigum við ekki að vera með svona intervention? Ég held að þetta hafi ekki þurft wokið. Jafnvel ef við tökum dæmi Atla eða eitthvað þannig. Ég held að wokið hafi einmitt verið ástæðan fyrir því að fólk fekk óbeit á þessu og við mistum tækifærið á því að eiga heilbrigðar samræður það hvernig samskipti kynjanna eiga að vera. Ég held að við séum þar núna. Hvar? Ég held að með þetta í farteskinu á leiðinni núna til hægri að þá séum við að eiga þessar samræður að við séum í syntesunni einhvern veginn núna og allir séu aðeins með þetta. Þurftum við wokið? Ég veit ekkert hvað við þurftum og hvað við þurftum ekki en ég veit bara hvað gerðist, skilurðu og ég ætla ekki að afskrifa það sem bara þetta var allt verið hjóm einhvern veginn, þetta var allt verið bull og þetta voru geðsjúkir vinstrimenn powertripping einhvern veginn og En það var hluti af þessu? Það var hluti af þessu